Don't take refuge in the false security of consensus. My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time. Nú maður bara að sanka sér upplýsingum og vera vel inn í öllu sko. Já. Sem getur alveg verið flókið. Og maður að læra eitthvað nýtt á hverjum degi. Það ekki? Við erum byrjaðir. Já, bara flott. Guðmundur Ingi. Það eru svo margir Guðmundur Ingar í stjórnmálum í dag. Já, þeir eru alltaf til vandræða. Alltaf til vandræða. En fyrir þá sem ekki þekkja, hver er þú? Guðmundur Ingi, Þóroddsson. Og ég skal segja þér, hvað að segja, já, ég hef verið þekktur kannski fyrir baráttu í mannréttindamálum og svona helst og svona fyrir minni hluta á jaðarsetta hópa undanfarin ár. Ég vil allan að meina það, ég sé þekktur fyrir það núna heldur en kannski það sem var áður. Já, þú hefur verið í fangelsismálunum, fangamálunum, það er ekki rétt hjá mér. Jú. Ekki kannski endilega í fangelsismálunum, þú hljótur að hafa einhver afskipt af þeim líka. Jú, við erum sem sagt búin að vera í ekki bara fangamálum, heldur fangelsismálum, við erum búin að vera út allan heim að sanka á okkur upplýsingum og þekkingu og reynslu bara í öllu sem tengist fangelsismálum. Ég meina, við höfum meira sér verið að aðstoða fangaverði í kjarabaráttumálum og þannig að við erum svona komum allstaðar að í raun og veru. Og hvernig byrjum bara þar? Hvernig lestu stöðu fanga? Hvernig gengur þetta? Staðan betri núna? Verri? Öðruvísi? Það hefur ýmislegt breyst og batnað með tímanum, gjörsamlega. Við erum náttúrulega stundum maður að hugsa til hvers maður standi í þessu. Það breytist ekki neitt og gerist ekki neitt, en svo þegar maður lítur tilbaka eftir 20 ár í þessu, að þá sér maður alveg einhverja breytingar til batnaðar, en hins vegar það þannig að fangahópurinn sjálfur í verra ásakomulagi heldur en var áður fyrr. Hvað meinar með því? Fólk veikara, það veikara þegar það kemur inn og bæði varandi þegar það kemur að neyslu tengdum hlutum og líka bara andlegri heilsu. Það eitthvað sem hefur hrakað mjög mikið. Við erum að sjá óbúslega veikt fólk koma inn sem að ætti í raun og veru kannski alls ekkert heima í fangelsi heldur á öðrum annars konar stofnunum sko. Þannig að fangelsin eru farin að sjá hluti sem að kannski spítalar ætti að sjá meira sko. Já, ég talaði við formann fangavarðafélagsins og hann sagði einmitt þetta sama sko. Sagði að þetta væri rauninni svolítið sérkennilegt hvernig staðan var orðin, að þeir þurftu í raun að vera að sinna einhverju sem að þurfti sértækara úrræði fyrir. Við erum bara að sjá það að fangaverðir í dag þurfa að taka miklar ákvarðanir oft og fara inn í mál sem að þeir hafa enga þekkingu á eða reynslu og eða menntun, og þetta svona segjum að þeir þurfa að grípa heitu kartöfluna. Það hefur bara orsakað jafnvel alvarleg mál í kjölfarið og jafnvel fangaverðunum verið sagt upp sko, þannig að það þurfa að setja þá í ómögulega stöðu. Þetta eitthvað sem að auðvitað stjórnvöld þurft að taka á og hefur þurft að vera búin að fyrir löngu, en það hefur bara verið rosalega svona viljinn hefur ekki verið til staðar hjá stjórnvöldum til að taka á þessu. Það hefur lítið gerst í fangelsismálum. Dómsmálaráðuneytið hefur náttúrulega verið eins og það hefur verið að skipta ráðherra bara reglulega. Það hefur ekki verið áhugi þar á þessum málaflokki, það hefur bara verið ein manneskja sem sinnir þessu í ráðuneytinu, engin þekking til staðar og þar leiðandi bara förum við ekkert áfram. Nám fangavarða ekki á háskólastigi og þar leiðandi ekki gerðin einar rannsóknir og þar leiðandi engin stefna og við vitum ekkert hvert við erum að stefna í þessum málaflokki sko. Þannig að þetta búið að vera svolítið skrítið og það sérstaklega skrítið að þegar við förum mikið erlendis að skoða hvað í gangi annars þar, að maður fer út og maður sér bara það er rosalega mikið í gangi hjá allstaðar og að vera að prófa nýja leiðir, svo kemur maður aftur heim og það er bara ekkert að vera. Þannig að það er mjög sorglegt sko, í raun og veru. Þú lítur að vera ánægður núna þessa ríkisstjórn? Ég get sagt sko að það voru mikla væntingar. Auðvitað hver ráðherra öðruvísi og það hefur ýmislegt gerst. Ég meina það hefur alveg til dæmis þegar Jón Gunnarsson var dómsmálaráðherra, þá átti hann til að bara senda manni skilaboð að hringja, getur þú komið eftir hálftíma, skilur, og maður svona fylltist von að
að nú var eitthvað að fara að gerast og en svo þetta gerðist aldrei neitt. Guðrún Hafsteinsdóttir sett á stað að vinnu endurskoðun og heildar endurskoðun á lögum fullnustu refsinga sem við vorum mjög ánægðir með, en það stopp hjá þessari ríkisstjórn sem mjög skrítið. En þú hlýtur að vera með beina tengingu út að við erum náttúrulega að fara að ræða sveitarstjórnarmála líka, þar sem að þú ert núna oddviti Reykjavíkinga fyrir Flokk fólksins. Við hlýtur að vera með auðveldara aðgengi. Við erum með beina tengingu í þau ráðuneyti sem að flokkurinn með, en við höfum ekki svona almennilega náð inn í dómsmálaráðuneyti, en það sem að hefur hins vegar gerst að það var ráðin nýr ráðuneytisstjóri í dómsmálaráðuneyti fyrir stuttu og hann fyrrverandi fangelsismálastjóri og síðan hefur svo sem forstöðumaður fangelsins á Hólmsheiði, hann komin í vinnu í ráðuneytinu til að sjá fangelsismál, þannig að ég held að væntingarnar eru aldrei meiri en núna sko, Obba hlustar á hvern einasta þátt, þannig að hvað myndir þú vilja segja við hana núna? Já, sko í þessum sveitarstjórnarkosningum þá var mikið talað um að við erum að fara að fundi hjá alls konar félagasamtökum og það allir að tala í raun og veru það sama og ég enda hvert einasta viðtal, að það að leysa þennan vanda með samtali og samvinnu. Ef að ekkert ekki talað hlutina þá gerist þetta ekki neitt. Nei. En núna hefur samsetning fanga líka breyst gríðarlega. Ég hef reynda fært rauk fyrir því að erlendir fangar ættu að afplána annar staðar og þannig myndum við leysa þennan vanda. Ertu sammála því? Já, það rétt að erlendir fangar eru meiri hluti fanga í dag. Ég hefði viljað að það eru gerðið sérstakir samningar við löndin í kringum okkur og í Evrópu að þeir taki bara við sínu fólki. Ég held að það að fara að semja við eitthvað land að taka á móti föngum, það bara dýrt. Það eftir að gera þetta miklu ódýrara. Það hlýtur að vera ódýrara heldur en að vera, þú veist, ef við myndum að gera sko við þriðja ríki sem að kostnaður per fanga töluvert lægri, það myndi hljóta að vera ódýrara fyrir íslenskt ríki. Ég meina, við getum örgulega að vera að borga 75% með hverjum fanga. Það myndi alltaf koma til með að vera félagslega betra innan fangelsuna en líka ódýrara. Það vissulega ódýrar og myndi létta kerfinu hér, en ódýrast og mannlegast væri að senda á til síns heimalands til afplánunar þar. Það það sem við ættum að vera að gera. Við erum með Íslendinga erlendis í fangelsum erlendis sem vilja koma hingað og afplána hér, en þeir fá ekki að koma hingað út af því að fangelsið fullt. Það bara vandræða ástand. Það er sko 100% nýting á öllum klefum. Sko, það ekkert þetta menn sem eru eiga að fara í gæsluvarðhald, þeim sleppt sko. Þannig að það ekki verið að taka menn inn í afplánun nánast nema dómandinn séu mjög þungir sko. Þannig að þetta bara, en lausnirnar eru til og hafa alltaf verið til. Vandamáli að stjórnvöld hafa hunsað þennan málaflokk svo lengi að nú erum við allt í einu komum upp staða sem þarf að vinna úr og það alveg hægt, en ástæðan fyrir því að útlendingar eru svona margir í fangelsunum ekki að því að þeir eru að brjóta meira af sér heldur en Íslendingarnir, alls ekki. Þetta eru mest burðardýr sem eru þarna inni með lága dóma eða fá lága dóma og munurinn sá að ef þú ert Íslendingur að þá þið bara sleppt eftir yfirreynslur og svo tekur út hennan dóm í samfélagsþjónustu, en útlendingarnir þeim ekki sleppt, þeir eru bara settir í gæsluvarðhald. Og þetta eru yfirleitt konur og í einhverjum tilfellum jafnvel fórnarlömb mansals. Þannig að það væri hægt að finna önnur ódýrari úrræði eins og bara áfangaheimili fyrir þetta fólk og leyfa þeim að vinna bara í samfélagsþjónustu strax. Þannig var hægt að leysa þennan vanda mjög fljótt í raun og veru. En erlendir ríkisborgarar eru að brjóta töluvert meira af sér. Það eru náttúrulega, ef við yfirfærum til dæmis bara tölur sem á öðrum Norðurlöndum, þá það eðli allra afbrota, líka þegar maður tala við lögreglumenn, þeir segja að það sé algjörlega breytt landslag þar sem að það töluvert meira afskipti af erlendur ríkisborgurum ef við yfirfærum yfir höfðutölu. Nei. Ekki rétt? Nei, ekki rétt. Ok. En sveitarstjórnarmálin. Þú ert oddviti. Hvernig dastu inn í þetta? Þú varst náttúrulega á Samfylkingunni, sagði þér frá því, tókstu örugglega einhvern hluta fólks með þér. Hvað heita, Rótin eða ekki? Rósin. Rósin segi ég. Rótin fyrir, en Rósin? Já, ég var sem sagt formaður Rósarinnar í nokkur ár og ég var í Samfylkingunni í 12 ár. Ég var þar út af ákveðnum málum. Ég var að reyna að byggja innan flokksins þekking og reynslu á málefnum minnihlutahópa og jaðarsettra hópa.
það var svona mitt hlutverk og mér fannst á þeim tíma Samfylkingin vera svona mest móttækilegust fyrir þeim hugmyndum og að vilja gera eitthvað og og ég bara svona, þrjóskur og varnarfastur og varð kannski bara alltaf lengi þar en svo bara breyttist hugmyndafræði eða mórallinn innan flokksins en ég meina það var ekkert auðvelt fyrir mig, ég átti ekkert auðvelt uppdráttar í þessu flokki sko, lengi framan af. Nei, þú máttu aldrei að komast á lista, ég veit ekki af hverju. Var það út af þinni fortíð eða út af þínum áherslum? Hvað var það sem var ástæðan fyrir því að þú máttir ekki gera neitt innan Samfylkingarinnar? Já, ég bara hef ekki svar við því sko, en ég meina... En hvað dettu í hug? Lítur að vera með einhverja hugleið? Já, ég meina, sko, Samfylkingin svolítið, allan í Reykjavík, hún svolítið byggð upp á fólki sem nánast fætt inn í flokkin, búið að vera í miklu grasrótarstarfi og ungliðum sem eru þar. Þetta oft hámennta fólk og efristétta fólk og þykist vera að berjast fyrir minnihlutan en og kannski ekki með sjálft skýra sín skilur á þessa hópa. Þess vegna hef ég verið að berjast í þessum málum vegna þess að þeir sem eru valdir inn í borgarstjórn til dæmis þurfa að taka ákvarðanir líf og heilsu fólks eða hvað á að gera. Hvaða úrræði á að koma á stað, hverja á að styrkja, hvernig á að taka á hlutunum og laga hluti og þegar fólk hefur ekki reynslu af þeim þá veit það ekki hvernig á að bregðast við og það svolítið það sem mér hefur fundist vanta inn í þetta. Þess vegna ég að berjast í þessu og ég get alveg verið heiðarlegur með það að ég hef ekkert endilega vilja að verða borgarfulltrúi og ég vil helst vera á gólfinu með fólkinu og vera að vinna þessa hluti. Ég sækist ekki eftir þægilegri innivinnu eins og maður stundum lesið í kommentum eða eitthvað svoleiðis en þegar þú ert á þeim stað þú ert að berjast fyrir fólkinu þú ert að sjá hluti að fólk ekki gripið, fólk fær ekki stuðning, börn og ungmenni fá ekki þann stuðning sem þau þurfa borgin að bregðast og endanum gerast slæmir hlutir, fólk fer í enn meiri neyslu fólk fer á geðdeild, fólk fer í fangelsi, fólk deyr af því að það fær ekki stuðning við hæfi og þegar maður alla daga að berjast við að tölvan segir nei þá viltu breytingar, þú vilt fá að sjá hlutina að virka. Í dag eru hlutinir ekki að virka nógu vel þegar kemur að mörgum málefnum. Samfylkingin segir samt ennþá að vera rosalega umhuga þetta. Er þá og ég veit alveg að þessi stemmingsbreyting er búin að þessi stað, maður hefur alveg fundið fyrir því en er þá bara Samfylkingin búin að, svona þínum mati, búin að gefast upp á málstæða þeirra sem að tala fyrir minnihlutahópum? Já, ég meina þeir segjast vera jafnaðarflokkur en svona hafa kannski ekki endilega verið ekki áherslu þar á og það er svolítið svona eins og bara þegar ég fór úr flokknum og þá var haldið fundur og mér var sendt vídeo af því og þá var að segja að við urðum að finna einhverja aðra manneskju í stað Guðmundar til að sýna það að við værum ekki fordómafull og hendin einhverju Varst þú þá fordómafullur eða? Nei, sem sagt að þau var ekki með fordóma gagnvart fólki eins og mér eða sem hefur lífsreynslu, skilur tóken í staðinn fyrir þig? Já, þannig að þau funduðu aðra manneskju sem er bara fín kona og sett hann einhvers staðar á lista, skilur, til að sýna það. Má ég samt, út af því að þú segir að það hafi verið staðinn fyrir þig, já. Var það þá til þess, var það Samfylkingin að passa upp á það að þú myndir ekki ná lista, en þurftu að hendin einhverju tókeni sem að væri nægilega hliðholl þeim, en væri svona að byrta Facebook-færslur það hvað henni finnst leðilegt, hvað minnihlutahópar hafa að skýt. Nei, bara til að sýna það að það var ekki að nota það gegn þeim, skilur, í baráttunni, sko. Já, það er það sem ég er að segja. Einhver manneskja sem er bara svona, já, ég er geðið til í þetta. Einmitt. Þannig að en sko, af því sögðu þá á ég fullt af góðum vinum þarna inni og ég var með stóran hóp fylgjenda þarna inni, ég var með hátt í 2000 atkvæði skilur í kosningunum eða 1700 og eitthvað. Þannig að það var bara mjög góð kosning og þannig að og ég fer ekki þarna út eitthvað pirraður eða reiður, alls ekki sko. Þannig að þetta var bara staðan síðan er það bara Rósin sem er eitt aðildafélagið
Hver staður? Ég held að mjög fáir viti nákvæmlega hvað það er. Það er svo batteri innan samfylkingarinnar sem er þetta aðildarfélag einhvern veginn innan samfylkingarinnar, hvað nákvæmlega er þetta? Já, samfylkingin er byggð upp á aðildarfélög í raun og veru, sko. Það eru, ég man ekki hvað eru mörg aðildarfélög sem eru til þess bara landsfélög og svo eru félög, náttúrulega aðildarfélög í hverju sveitafélagi og þannig að þetta er alveg svolítið fjöldi af félögum, sko. Og Rósin er eitt af elstu félögunum og eitt af því stærsta í raun og veru. Þannig að þannig að sko þau fá fulltrúa í sjálfkjörna í flokksstjórnina og þess að hafa ýmislegt að segja og síðan eru það félögin sem eru skráði í Reykjavík og þau eru halda uppi þessu svokallega fulltrúaráði, þannig að sem að sér kostningar og framboð á Reykjavíkursvæðinu, sko. Þannig að við höfum verið þar og áður fyrir og síðan var það bara þannig að þegar þetta gerist að ég verð ekki þarna með þá er það bara stjórn Rósarinnar sem tekur þessa ákvörðun í raun og veru áður sem ég viti sjálfur, sko, því að þegar ég kemur stjórnum þá eru þau bara búin að taka þá ákvörðun og þau ætla að segja svo fulltrúaráðinu og skoða aðra möguleika í raun og veru eða ekki. Og úr var það, þú fórst til Flokks fólksins, af hverju? Var það í Flokki fólksins sem að heillar þig? Já, sko, Flokkur fólksins sko, í fyrsta lagi hefur náttúrulega Inga Sæland barist fyrir okkar fólki og félaginu okkar mjög lengi og það hefur verið aðdáunarvert að sjá það og ég hef hort á myndbönd frá Alþingi þegar hún er að gera það. En þar var bara vel tekið á móti mér og ég var beðinn að koma hann inn í ákveðið hlutverk og þar fekk Hver bjallaði þig? Var það Heimir eða var það Inga eða var það einhver annar? Það var Inga og þar sé ég, þar er vel tekið á móti manni, þar fær maður að koma meira hlutunum, þar í raun og veru snýst allt fólkið og fólki sem að ég er vanur að vera að vinna fyrir og með. Það snýst allt minni hlutahópa og þar er öll áhersla lögð á það. Við erum vissulega með skoðanir á samgöngumálum og bílastæðamálum og borgarlínu og allt þetta, alla þessa hluti en við viljum að kosningar snúist fólkið, að kerfið sé að virka, að sko velferðarmálin séu númer 1, 2 og 3 og þá er ég að tala sko eins og til dæmis bara varandi eldra fólk og börn og ungmenni með fjölþætta vanda, að það sé tekið á því áður en að þau verða að ungu fólki með enn frekari vanda í raun og veru. Það er það sem ég sé í mínu starfi alla daga, það er þess vegna sem að ég brenn fyrir þessum málum. Öryrkjar, þetta hefur alltaf tíð frá stofnun þessa flokks verið flokkur þessara hópa og það mun ekki breytast og það hefur bara aldrei sýnt sig líka að þau lofur sem þessi flokkur hefur gefið, að það hefur verið staðið við þau. Þannig að við erum til dæmis í dag í meirihluta samstarfi í borginni og við fórum þar inn með ákveðið markmið og við settum skilyrði og eitt af aðal skilyrðunum voru að ef við tækjum þátt í þessu þá yrðum við að fara í aðgerðir varðandi húsnæðismálin og við höfum lagt á stað með og það er búið að samþykkja stærstu uppbyggingu nánast í sögu Reykjavíkur, stærra verkefni heldur en Breiðholtið er, að byggja íbúðir, blandaða byggð á hagstæðum íbúðum í Úlfarsárdal og við viljum reyndar ganga miklu lengra, við viljum alltaf fyrsta lagi tryggja það að þetta verði gerst og við viljum útvíkka vaxtamörkin, sem sagt að færa landið alveg að borgarmörkum og byggja enn fleiri íbúðir þar og passa það að það sé til alltaf byggingarlóðir eða eins og til þess bara fyrir okkar hóp eins og fyrir eldri borgara, þjónustu íbúðir og fyrir efnaminna fólk, fyrir ungt fólk. Við erum með rosalega stóran hóp af fólki sem að kemst í raun og veru ekkert áfram í þessum málum. Við erum með fólk sem að fær ekki hlutdeildarlán en getur samt ekki keypt sér. Við erum með hóp sem að kemst ekki inn í félagslega kerfið. Þannig að þetta mengi þar á milli er svo stórt að við þurfum einhvern veginn
halda áfram þeirri uppbygging og það held ég að sé kannski okkar aðalverkefni að tryggja til dæmis eins og til dæmis nú er flokkurinn búin að vera að fara í svaðalega uppbygging á hjúkrunarheimilum. Það hefur bara aldrei sést áður fyrir hér og það þarf að borgin þarf að vera tilbúið með land fyrir það. Þess vegna leggjum við ofur áherslu á að brjóta land eins og til dæmis í Keldnalandi, Gunnunesi, Álsnesi og Kjalarnesi og það verður til dæmis ekki gert nema að Sundabraut komi. Nei, hver á þá að borga fyrir þetta húsnæði? Þá talar mikið af félagslegu húsnæði og talar stórtaka uppbyggingu, hver á að borga fyrir þetta? Sko við höfum auðvitað sett á stað verkefni með verkalýðsfélögunum og ríkinu. Bjarg og Blær. Já, og við þarna er búið að stofna innviðafélag og borgin, það sem borgin sér að gera er að brjóta upp land og finna land og afhenda það. Síðan tekur þetta innviðafélag við og byggir upp alla innviði í landinu, alveg sama hvað það er, hvort sem það eru götur eða lagnir eða rafmagn eða hjúkrunarheimili eða skólar og leikskólar. Og þetta er svona nýtt konsept sem að við bindum mikla voni við og þegar að þetta tekst vel að þá er þetta að nýta þetta konsept áfram í næstu hverfum. En ég ætla að stoppa hérna út af því að það sem hefur náttúrulega gerst, ég menna ríki og sveitarfélög hafa alltaf verið að byggja upp innviði, það er ekki nýtt. Aftur á móti hefur það verið þannig að núna er lóðirannir sjálfstæður tekjustofn fyrir sveitarfélögin sem að þýðir það að það er orðið töluvert dýrara og opinber gjöld er 30%, 30% af öllu sem að við kemur því áður en að uppbygging hefst að þá er opinber gjöld og fleira orðin stór stappi af heildar fermetraverðinu. Þannig ég velti fyrir mér, þú talar um þetta innviðafélag, þú talar um það að brjóta nýtt land, en ég er að velta fyrir mér þegar að allar þessar breytur eru komnar inn í, hver verður þá, og það er að skakkarendur eru væntanlega að fara að borga fyrir innviðana, það hefur alltaf verið þannig, en fyrir húsnæði sjálft, þá velti ég fyrir mér, þú talar um minnihlutahópa og tekjulághópa, eldra fólk og ungt fólk, hver er að fara að greiða fyrir húsnæði sjálft, og þetta hefur verið svolítið upp og ofan hjá Bjarg og Blæ, hver á að fara að greiða fyrir þetta, þeir eru að skila stórkostlegum hagnaði, þrátt fyrir það að segjast vera óhagnaðardrifin. Þannig að þetta er í skrýtnum stöðu. Nei, alls ekki sko. Okay. Já, ég er að tala um að við þurfum þetta þarf að vera blöndu byggð. Við þurfum að geta byggt upp hverfi þar sem að allir innviðir eru tilbúnir á sama tíma. Ég veit ekki hvort að þú manst eftir því, en allavega þegar ég var í grunnskóla, þegar var að byggja upp ný hverfi, þá var aldrei neitt tilbúið. Fólk og börn voru keyrð með rútum hingað og þangað í önnur hverfi af því að ekkert gat verið klárt. Það er vegna þess að borgin hefur þurft að leggja út fyrir öllum þessum kostnaði fyrirfram, skilur við. Þurfa að taka lán fyrir þessu hverfum, öllum innviðum og þar alveg að hækka vextir og sem að borgin hefur bara átt erfitt með. En það sem að gerist í þessu er að þarna eru það verkalýðsfélögin sem taka þennan pakka og sjá alla innviði í þessu fyrirfram. Þannig að það þarf ekki að leggjast á borgina eða skattborgara. En síðan er það þannig að hverfin eru þetta sko, ég hef heyrt alls konar flokka tala um að þeir vilji meira að óhagnaðardrifum húsnæðisfélögum sem að við erum alveg sammála og þarf, en það þarf hins vegar að passa alla þessa blöndu þegar við tölum blandaða byggð. Félagslegt húsnæði má ekki vera meira en 35% í hverfum til dæmis, á þess að það fari þá bara skrýtnir hlutir að gerast sko, eða erfiðir hlutir og þannig að við þurfum að passa alls konar hluti. En finnst þér eðlilegt að hlutfall félagslegt húsnæði sé 35%? Núna sko, hefur náttúrulega mikið verið byggt upp í félagslegum íbúðum, maður er að heyra töluna 30-35%, þá er þriðji hver Íslendingur að þá í einhverju félagslegu úrræði. Það er skrítið konsept með það svona heildar mynd sem við höfum almennt séð verið að sjá. Ég veit ekki hvort það sé eðlilegt eða ekki, en það sem að rannsóknir segja er að það megi ekki fara yfir þá tölu og þannig að mér finnst eðlilegt að við förum eftir því. Við viljum ekki fá að sjá einhver félagsleg slys gerast, skilur inn í þessu hverfi. En við þurfum bara að passa það að það sé nóg til og það sé verið að hugsa alla hópa og líka þá sem að vilja lítil sérbíli með bílskúr, skilur, sem að er vöntun á. Akkur þurfa að vera lítil? Já, ég meina ég segi svona, það er bara erfitt að fá svoleiðis í dag, sko, til dæmis, nánast útilokað, sko, þannig að við þurfum bara að passa að það sé blanda fyrir alla.
og það vantar líka atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu og það verður bara að segjast eins og En hver á þá að borga fyrir þetta? Því að sko, ég var að ræða við Silju Sólveig sem fyrir sósíalista og þar var svona upp og ofan sko hvort að það væri hérna skakkreiðendur sem eru að borga þetta eða ekki skakkreiðendur og þeir borga eitthvað stofngjald en samt sem áður verður þetta rekið sem óhagnaðardrifið. Ég reyna að velta fyrir mér sko því að sko það sem hún er að tala um óhagnaðardrifin húsnæðisfélög þar sem að félögin geta sótt í stofnframlög hjá ríki og sveitafélagi. Þá hefur sveitafélagi komið með sem sagt lóðina og gatnagerðargjöld og allan þann kostnað, en svo það ríki sem að greiðir held ég allt upp í 30%. Held að sé þannig og þetta bara peningur sem ríkisstjórnin kemur með inn í þessi verkefni. Skakkreiðendur borga það, já. Já, en ég meina svo bara kemur það tilbaka. Ég meina þessi félög eru til að leigja fólki sem eru í erfiðri stöðu, efnaminna fólki. Og þú talar um að peningurinn kemur tilbaka og þetta er sama og ég lendi í með Silju Sólveig. Hvenær kemur þessi peningur tilbaka til skakkreiðenda? Já, þetta er bara peningur sem að ríki tekur sérstaklega í þetta verkefni. Já, skakkreiðendur borga það, en ég er að segja að þú ert að segja að það komið aftur tilbaka. Hvenær kemur þetta tilbaka? Já, það hlýtur bara, þessi félög eru byggð upp þannig að þau fá sem sagt drukka leigu sem að dugar fyrir kostnaði. Þegar að þau eru búin að borga þennan kostnað tilbaka, þá er ætlast þess að þau byggi meira í raun og veru. Sko. Já, en þá kemur þessi peningur ekki tilbaka. Jú, hann kemur tilbaka. Hvenær kemur hann tilbaka? Þú sagðir að hagnaðurinn færi það. Þú ert nú bara að snúa út úr, skilur. Nei, ég er ekki snúa út úr. Þetta er fyrsta lagi ekki hlutur sem að ég er einhver sérfræðingur í og ætla ekki að fara eitthvað meira úti með þér. En þetta hlýtur að borga sig fyrir alla í samfélaginu, fyrir að allir fá. Við skulum bara taka þann hóp sem ég hef verið að vinna mest fyrir fólk sem að hefur verið sem er að koma til dæmis úr erfiðri stöðu úr fangelsum. Þetta er hópur sem fær hvergi íbúðir nánast. Þurfa að sýna sakavottar í hverskipti sem þeir fara að sækja íbúðir og jafnvel er ekki einu sinni hleypt í gegnum alfreð kerfið, skilur til að sækja af því að kerfið stoppar það. Þetta er hópur sem virkilega þarf á þessu að halda. Við erum að tala um heimilislausa, housing first, veistu hvað það kostar skattgreiðendur að þetta fólk fá ekki íbúðir margfalt meira en þar sem er verið að leggja tímabundið í þetta verkefni. Þannig að við skulum hafa þá á hreinu að þetta samfélagslega borgar þetta sig upp alltaf fyrir samfélagið. Já, það er alveg. En við skulum snúa okkur að öðru. Við erum ekki að fara að halda frá með þetta vegna þess að ég er ekki sérfræðingur í þessu. Eini punkturinn er bara sá. Ég er ekki að reyna að þrengja eitthvað sérstaklega. Ég er bara að segja að þegar fólk er með til umræðu, að þá er svo oft sagt að þessi peningur kemur tilbaka. Hann kemur þá ekki beint inn í ríkiskassan tilbaka, heldur hann kemur þá í afleiðingum af því að samfélagið hagnist af því að fólk sé ekki þá í frekari afbrotum með öðru heldur hefur það húsnæði. Þá þarf það líka að nefna það að þannig kemur þetta tilbaka, ekki með því að það sé endurgreitt tilbaka. Þegar maður talar við Finnbjörn eða aðra sem eru í Bjarg, þá talað með það að peningurinn sé þá nýttur í það að byggja meira húsnæði. Og við getum alveg verið með slíkar bollaleggingar það að það verði samfélagslega hagkvæmt. En peningurinn sem að skakkreiðendur leggja þá í þetta kemur ekki tilbaka í eiginlegum skilningi þess. Fattarðu? Já, ég meina, veist. En þetta er sjónarmið, skilur við græðum alltaf á þessu. Já, en ég meina þetta er bara alveg eins og við erum að tala um eins og til þess bara fullnustu kerfið, veist. Ef það er settur peningur í endurhæfingu til dæmis sem að húsnæði er hluti af, þá kemur það tilbaka alveg eins og þú ert að segja, frá svo mörgum stöðum. Það minnka kostnað hjá lögreglu, dómstólunum, fangelsiskerfinu, almannatryggingunum, heilbrigðiskerfinu. Fólk kemur aftur tilbaka og byrjar að borga skatta og það er bara sama eins og með þessi félagslegu húsnæði. Þegar fólk fær húsnæði þá getur það byrjað að vinna í sínum málu, náð bata, farið að vinna, greitt tilbaka til samfélagsins. Peningarnir koma alltaf tilbaka til samfélagsins og margfalt tilbaka, þannig að samfélagslega hagkvæmt á margfaldan hátt. Já, það er eina sem er bara búið að fara í töðuna mér í þessu er þegar fólk segir þetta kostar ekki skakkreiðendur neitt, en ég meina stofnkostnaðurinn er alltaf að vera að kosta skakkreiðendur. Já, og það er bara það sem ríkisstjórnirnar eru búin að, ekki bara þessi, heldur líka á undan, að vera að setja í þetta verkefni þessa peninga og hverju ári og ég man nú ekkert hvað það er mikið, en það eru töluveri peningar, já. Já, en tölum þá áfram með áherslunar. Hvað er húsnæðismálin? Hvað er númer 2?
Já, húsnæðismálin, húsnæðismálin náttúrulega tengja í raun og veru allt, alveg eins og við vorum að tala um núna. Við höfum lagt ofur áherslu á til dæmis eldra fólk. Það er eitthvað sem að við viljum svona vinna svona sérstaklega fyrir, en það hefur kannski ekki margir flokkar verið að setja það efst hjá sér. Áhyggjulaust ævikvöld held ég að við köllum það. Og það eru auðvitað margir hluti þar inni en við erum náttúrulega allum að halda áfram að styðja við þessa uppbyggingu hjúkrunarheimila sem ríkisstjórnin er að vinna í núna. Við þurfum að vinna á þjónustuíbúðum. Það eru 65 einstaklingar að bíða eftir þjónustuíbúðum í dag. Við þurfum að líka standa við þau lofar sem gefin eru. Sveitafélög, fólk er að kaupa sig inn í þjónustuíbúður og svo hættir borgin með einhverja þjónustu sem að voru forsendur fyrir að fólk keypti sig þarna inn, skilur. Það er eitthvað sem að gengur ekki upp í okkar huga. Frístundastyrkur fyrir aldraða, það er eitthvað sem að við erum mjög hrifin á og ætlum okkur að koma í gegn. Alltaf 50.000 krónur fyrir efnaminnsta eldra fólkið. Teljum það mjög mikilvægt. Við erum að sjá að það er félagsleg einangrun hjá eldra fólki, sérstaklega eldri körlum. Það er eitthvað sem við höfum miklar áhyggjur af. Það er nú ekki langt síðan að það er nú bara held ég 2 vikur síðan að viðtal við lögreglumann held ég sem var að lýsa því að það veri bara algengt hjá þeim að koma að eldra fólki sem kannski búið að vera látið heima hjá sér í 2 vikur og það bara ekki geta gerst í þessari borg. Ég meina sko sem þýðir það að heima hjúkrun og heima þjónusta þarf að vera meira einstaklismiðuð og öflugari en hún er í dag. Fólk á að fá innlit, sérstaklega fólk sem þarf á því að halda eða fólk sem vill. Þetta eru svona þeir hlutir sem við leggjum ofur áherslu á. Þannig að og svo auðvitað það sem að kannski ég hef mestan áhuga, það er þetta varðandi börn og ungmenni. Þar þurfum við að gera miklu, miklu betur. Við þurfum, ég ætla að einhvern tímann að skrifa grein frá leikskóla í fangelsi. Vegna þess að í raun og veru er það sem gerist. Það er bara ótrúlega sorglegt að sjá að þegar börn eru ekki gripin, hvert þau fara og hvað maður sér þetta fljótt í raun og veru. Við höfum verið til dæmis nú er ég farin að blanda saman afstöðu svolítið og þessu hlutverki fólksins Jú, en það er náttúrulega mitt starf en það vinn ég líka hjá Landspítalanum. Ég er þar í svona á göngu til smitsjúkdóma, er í svona ákveðnu teymi þar og er að vanandi berklasmitt. Af hverju? Að því að berklar eru bara staðreind í dag og ég var bara ráðinn í þetta verkefni. En af hverju þú? Ertu með einhverja sérhæfingu í því? Já, ég er með ákveðna sérhæfingu sem þurfti í þetta verkefni og Í hverju felst hún? Hún felst í að hvernig á að eiga við einstaklinga í sem eru oft flokkaðir sem hættulegir eða erfiðir einstaklingar. Og með eiturlega neyslu þá? Nei, bara alls konar ástandi þannig að og líka það bara að við höfum náttúrulega myndað alveg sérstök tengsl við þennan hóp sem treystir okkur og þess vegna náum við oft betur til þessa hópa og það er bara mjög mikilvægt. Þegar það var ekki verið að virka að heilbrigðisstarfsfólk næði til þessara hópa þá voru fengnir aðrir sérhæfðir einstaklingar inn í það. Og það hefur sparað ríkinu held ég milljarð skilst mér í útreikningum bara þessi nálgun á hlutina sem er nú aldrei hægt að vinna með. Þannig að bara að því ég er svo mikið að vinna þarna úti og hitti fólk í alls konar stöðu og þegar að því að við vorum að tala um börn og ungmenni að þegar barnaverndar hér í sveitafélögunum eru farin að tengja okkur við börn sem eru að verða 18 eða 16, 17 af því að þau eru hætt í þeirri þjónustu af því að þá gera barnaverndar ráð fyrir því að næsta skref hjá þeim er að fara í fangelsið, skilur. Já, ef maður hefur þetta með þessu með Klettabæ ég tala við starfsfólk þar og þeir segja með mér að þeir eru með einstaklingar svo strax og þeir klukka sig inn 18 ára þá náttúrulega missa þeir þjónustuna og þeir segja alltaf, já, það er bara fangelsið næst.
Já, og þess vegna eru barnaverndar farnir að tengja börnin við okkur og til að þau hafa einhvern sem við geta treyst og leita til og fengi aðstoð og við höfum verið að tengja við líka til dæmis inn á Dismissstúduma og fleiri staði, hvað á að gera þegar þau lenda í virkilegum vandræðum, verða fyrir ofbeldi eða annars konar ofbeldi alls konar, þannig að í mínum huga þetta svolítið sérstakt, þetta nýtt og þarna bara búið að gefast upp, finnst mér, og það svo margt að gera. Og þess vegna hef ég til dæmis í mínum störfum verið að fara mikið erlendis, ég hef verið að fara og skoða hvað verið að gera fyrir börn og ungmenni í þessum löndum. Ég hef verið að fara til Tékklands þar sem þau eru mjög framalegir í andlegri heilsu barna og ég lærði mikið af þeim ferðum, hvað mikið til af námskeiðum, skólum, öppum, bara fyrir börn sem hafa orðið fyrir áföllum í lífinu eða eru á röngum stað eða eru í neyslu og annað slíkt og þetta kom mér virkilega óvart og hefur litað svolítið mína hugsun hvernig á að eins og bara til þess með leikskólamálin og síðan hefur við verið að fara á aðra staði eins og til þess Finnlands og þar fórum við að skoða til dæmis eins og heiti Ghetto Gym sem bara fyrir börn sem að hafa annarkort verið að stunda að leggja aðri í einelti eða hafa orðið fyrir einelti eða eru utangátt að einhvern hátt, skilur, og þarna fá þau að koma á stað þar sem að þau treysta fólkinu og eru að æfa bardaíþróttir og fá aðstoð við heimanám og það svo margt að gerast alls staðar og mér finnst ekki nóg hér verið að gera í þessum málum. Ég er sammálaður þarna, ég er hnefalega þjálfari ég fæ oft eiturlega menn til mín sem að eru að reyna að snúa við blaðinu og fleira sem að nýta sér bardaíþróttin til að gera nákvæmlega þetta. Og þess vegna finnst mér að við eigum að hugsa allt út frá andlegri heilsu og sérstaklega eins og með leikskólan að þar þurfum við nýja nálgun. Í fyrsta lagi þá þurfum við náttúrulega að finna lausnir á þeirri krísu sem er í gangi í leikskólamálum og hefur verið mjög lengi. Ég sé að það eru fullt af flokkum núna sem eru með alls konar lofur, allt fyrir börnin og losum leikskólavandan en þau eru ekki með neina lausn. Þau ætla að setja kannski mörg 100 milljónir eða milljarði í leikskólan en hvernig ætla það að leysa það, skilurðu? Og hvernig ætla þú að leysa það? Já, það er stórt spurt. Við hjá Flokki fólksins, við höfum ekki endilega verið hlynnt skyndilausnum. Við vitum það að það þarf að hugsa þetta heildstætt og til lengri tíma, en hins vegar vandinn orðið svo mikill að það þarf að beita skyndilausnum og það sem þarf að gerast við viljum koma með heimgreiðslurnar, það eitthvað sem við viljum gera, þar sem verið að brúa bili fyrir fólk milli 12 mánaða og 18 mánaða en barnið á bilist á meðan og meðan þú ert á bilist að færðu þessar heimgreiðslur og þú átt að geta fengið pláss í leikskóla í þínu hverfi, þú átt að geta neitað því ef þú ert beðin að fara eitthvað lengri vegalengdir, það svona okkar take á þetta. Við höfum líka verið hlynnt að koma upp með þessa fyrirtækja leikskóla þannig að það eitthvað sem hluti af þessari skyndilausn sem að við þurfum bara að leysa og þetta eins og með húsnæðisvandan flestir flokkar eru að tala að þeir vilji laga húsnæðisvandan en þegar þú skoðar þetta betur að þá sömu flokkar kannski á móti Sundabraut og hafa kannski verið síðustu 20 ára skilur á móti Sundabraut og hafa eins og eitt fulltrúi hjá einum flokki vinstrinu sagði daginn ég ætla að setja þetta verkefni í gíslingu en samt Hver sagði þetta? Það var Líf Magnúsdóttir hjá vinstrinu ég ætla að setja þetta verkefni Sundabraut í gíslingu það þýðir það að hún vill ekki leysa húsnæðisvandan í mínum huga, hún ekki fara að leysa húsnæðisvandan öðru vísi, af því að Sundabraut algjörst grundvallar mál til að leysa húsnæðisvandan hann verður ekki leystur með meiri þéttingu byggðar það alveg ljóst, en það það sem maður lesi gegnum línur, þetta eins og Samfylkingi var að koma með einhver 4 atriði sem að þau ætla að berjast fyrir og þá leikskólamálin eitt en samt vilja þau ekki leysa vandan núna, skilur þau vilja hugsa þetta einhver áratug fram í tíman en ekki leysa núna svo komaður með rauða dreigilinn sem að engin veit hvað í raun og veru og svo komaður með 2 önnur atriði sem að að því nú þekki ég hvernig Samfylkingin vinnur hlutina og reynir að orða hlutina alla voðalega einhvern veginn þannig að allir séu ánægðir en
en þau þýða bara ofurþétting byggðar og borgarlínan, skilur, án breytinga. Það er raun og veru bara eins og ég sé þetta. Þannig að í raun og veru það er allir að segja að þau ætla að leysa vandann, en þau eru bara að hugsa eitthvað fram í tíman og hafa engan áhuga í raun og veru að leysa vandann. En núna erum við með leikskólamálin og ég meina sumir segja það bara einfallega að þið talið heimgreiðslur og fleira. Þá ertu að reyna bara að ýta konum út af vinnumarkaði og við erum búin að vera að berjast hérna í áratugi fyrir því að konur fái aukna aðild að öllum vinnumarkaðnum og þetta verður mikið bakslag fyrir konur að þurfa að snúa aftur heim og þetta er svolítið það sjónarmið bara að konur eigi heima í eldhúsinu og eigi bara að vera að sinna börnunum. Af hverju er það þitt sjónarmið að konur eigi heima í eldhúsinu frekar heldur en að vera? Nei, nú ertu bara að segja mér að fréttir, sko. Málið það. Sko, ég hef heyrt þetta og auðvitað sko er þetta algjört rugl. Sko, við höfum okkar lífsgæði í dag út af jafnréttisbaráttu kvenna og það er þeim að þakka, skilur. Við höfum okkar líf í dag bara út af því og það má ekki gera lítið úr því. Hins vegar verðum við að hugsa hlutina og þarna kem ég aftur inn á út frá öðrum hlutum. Við þurfum að hugsa það fyrst og fremst út af andlegri heilsu barna. Það hefur ekki verið gert hingað til, skilur. Það er alveg ljóst að það verður tengslarof, skilur, ef að börn fara ósnemma á leikskóla. Sem að endar bara á ekki nógu góðan hátt. Það er bara staðreynd. En síðan á sama tíma er heimilið oft ekki endilega alltaf öllum tilfellum griðastaður fyrir börnin, heldur, bara því miður. Það er staðreynd líka. Þannig að við þurfum samt að veita foreldrum og við þurfum að hugsa leikskólan út frá andlegri heilsu barna, út á jafnréttisbaráttu ekki bara kvenna, heldur foreldra og leikskólastarfsmanna og barnanna sjálfra. Þannig þurfum við að hugsa leikskólan í dag. En við þurfum fyrst og fremst að veita foreldrum meiri möguleika og svigrúm og þau geta ákveðið þetta sjálf. Þannig að ég er bara að tala svo ég veit ekki, ég hef ekkert verið að lesa stefnu Miðflokksins eða aðra, þannig ég veit ekki nákvæmlega hvernig þeir vilja hafa þetta. Við erum bara að hugsa heimgreiðslur á meðan barnið er á biðlista og ég veit að innan skils með 2-3 ára þá á þessi vandi að vera búin, þá eiga öll börn sem eru orðin 12 mánaða að vera komið með pláss. Þannig að þetta er í raun og veru tímabundið ástand, sko. Já, en menntamálin, þau eru á sveitarfélögunum. Ertu ekki ánægður með Ingu? Það hefur náttúrulega verið þannig að hann má ekki anda á þessa kennaraforystu án þess að þeir eru alveg komnir bara að fara á límingunum við minnsta andadrátt í áttina þeim. Inga mætir á þingin á Hilton og treður ofan í þetta lið, segir bara, heyrðu, nei, burt með þetta bókstafskerfið, þetta var algjört kjaftaði, við erum að fara að taka upp tölur og við erum bara að fara að taka upp árangursmiðað skólakerfi. Ertu ekki ánægður að loksins einhver segi það bara uppátt sem allir voru að hugsa? Ég meina, Inga er auðvitað bara einstakur stjórnmálamaður og alveg frábær. En þú ert sammála henni? Ég er sammála henni, já, yes. Og ég er algjörlega sammála henni, en ég skal alveg viðurkenna að ég er ekki sérfræðingur á þessu sviði. Og en þetta er á ykkur, þú hljóta að vera með stefnu í þessu. Já, en ég meina, klárlega, en sko, hún er náttúrulega bara að vinna í og útfæra stefnu stjórnvalda í menntamálum og hún ber ábyrgð á því og hún er með sína sérfræðingi í menntamálaráðuneytinu og það er menntamálaráðuneyti sem að setur stefnuna, ekki kennarafélag Íslands eða það sem það kallast. En auðvitað er það hagaðili og á að koma á borðinu. Það eiga allir hagaðilar að koma með einhvers konar samtal og samstarf. Sveitarstjórnin því náttúrulega rekur skólana, sko? Já, algjörlega. En sko, ég hef verið að tala núna við ungt fólk í skólum og er að fara í skóla núna og var núna í ungmennaráði Reykjavíkurs núna bara fyrir stuttu og ég get sagt þér að notendur þessar þjónustu, það er að segja ungmennin og þau eru mjög ánægð með þessa breytingu, mjög ánægð. Þannig að og það þarf að hlusta á það eru margir flokkar sem að tala einmitt um það, ekkert okkur án okkar og það þarf líka að hafa börnin með í því, en ég hef ekki á öðru leyti sett mig inn í þessi mál kannski. Nei, ok, en tölum þá praktísk atriði, sko þið mælist svona inni úti, svona alla vegana. Og þú sagðir daginn að þið
færu bundin til kosninga og verið bundin ykkar sjónarmiðum og ef að þau fengi ekki framganga þá hefðu þið ekkert að gera í stjórn. Þetta er svolítið að sama og Inga sagði þegar hún talaði 450.000 króna skatt á skerðingarlaust þegar hún sagði bara að ég hef ekkert að gera í ríkisstjórn nema að ég fái þetta í gegn. Hún er núna í ríkisstjórn og fekk þetta ekki í gegn. Ég velti fyrir mér sko að... Já, sko hún alltaf náði því í gegn að tengja greiðslur almannatrygginga við launavísitöluna og það verður komið upp í 450 innan skamms, sko. Það er, þannig að hún er búin að ná því í gegn alveg sem að þó sé ekki akkurat þessum tíma. Nei, það er ekki rétt út af því að almannatryggingafrumvarpið bindur þetta við ellilífeyrisþega og öryrkja. Það er að skatt á skerðingarlaust við teljum að þetta verður komið innan skamms. 450.000 króna skatt á skerðingarlaust? Við teljum það, já. Ok, ég bara held með ykkur. Það væri fínt að fá þessa skattalækkun. Við höfum staðið við öll okkar lofur. Við getum allan sagt það að þau lofur sem við gefum, við stöndum við þau. Þetta er ekki komið í gegn. Nei, þetta er þar nánast. Sko. Jú, þetta er að koma í gegn. En sko, málið það er ekki hægt að segja við okkur að við séum ekki að ná. Inga er búin að dæla málum í gegnum ríkisstjórnina. Samningur Sameinuðu þjóðanna í málefnum fatlaðra, skilurðu. Þetta er risamál sem að hún náði í gegn frítekjumarki það er mjög langt í land að fyrsta skattþrepi verið 450.000 krónur. Já, ég veit það ekki. Jú, við vitum það en sko hversu stórtækur ertu í því sko að segja núna eins og segi praktísk atriði þið mælist inn úti, þið þyrftu þá alltaf að vinna með einhverjum öðrum flokkum ertu tilbúin til þess að gefa eftir í einhverjum málefnum til þess að ná svona þínum helstu áherslum í gegn, hvernig er það? Sko stjórnmál eru í eðli sínu málamiðlun, svolítið en við höldum uppi okkar málefnum og okkar hópum sem eru minnihluta hóparnir í landinu og velferðamálin almennt og það eru bara hluti sem verða virka. Ég held að flestir flokkar vilji það líka þannig að við munum halda þeim uppi í öllum samningaviðræðum varðandi það en við getum unni með öllum og en við viljum auðvitað sterkar skoðanir við erum ekki fara að selja veitur eða orkuveitur Reykjavíkur eða slíkt sko. Við munum ekki taka neitt slíkt í til greina. Þannig að þið myndu aldrei, jafnvel þó fengið ykkar áherslur en það var sjónarmið segjum þessu svo að það var þetta líklega sjálfstæðisflokkur miðflokkur ef það væri einhver svona bollaleggingar í gangi þá myndu þið aldrei taka þátt í þannig ég get ekki sagt það núna við get sagt allavega að það okkar stefna er að við viljum ekki selja þessa hluti við viljum frekar auka ég meina eins og þess með Malbikunarstöðuna og við viljum halda henni og við viljum virkja frekar hennar hlutverk að malbika og malbika meira og hætta að nota alla þessa verktaka sem er verið að gera í dag jafnvel taka snjómoksturinn yfir í Malbikunarstöðuna þannig að það sé hægt að malbika á sumrin og snjómokstur á veturnar eins og var áður fyrr þar myndast reynsla og þekking og náttúrulega tæki sem duga í þessi verkefni þannig að þannig að við erum svolítið hlynnt í að vera með þennan rekstur sjálf. En svona með að við áherslur hinna flokkana, hverju myndir þú svona helst vilja vinna með? Hverju heldur þú vera svona straumlínu lagaðastir að ykkar áherslum? Já, ég á þessum tímapunkti þá bara veit ég það ekki sko. Við erum félagshyggju-flokkur, það er alveg ljóst. Þannig til vinstri meira? Nei, ég meina í þetta skipti þá er ég ekki að sjá til dæmis eins og með vinstri flokkana að þeir séu í alvörunni að tala að leysa húsnæðisvandann. Ég er ekki að sjá það. Ég er að sjá að til dæmis eins og vinstrið er grjóthart á móti Sundabraut og það er að stoppa okkar áherslumál. Það er að segja húsnæði fyrir alla, húsnæði fyrir ungt fólk og eldri borgara og efnaminna fólk. Þannig þeir eru að gefast upp á þessu svona vinstri woke-liði sem er upp á Kjarval að drekka Aperol Spritz og tala það hvað þessi góði minnihlutahópa það liði bara út á kortinu miklu líklega að það geti unnið við höfum aldrei verið með að hugsa þetta þannig þó að ég sé fluttur í miðbæinn og drekka latte skilurðu, þá höfum við aldrei hugsað þetta þannig við erum bara með okkar áherslur sem eru þessir hópar og við þurfum að ná sem bestu samningum varðandi þá hópa og geta staðið við það sem við segjum við erum með frábæra áherslur það er hægt að skoða inn á heimasíðunni hjá okkur og fara vel í gegnum það þannig að sko og aðrir flokkar geta skoða líka séð svona hvernig
hvernig þær líta út upp á frekara samstarf Já. í raun og veru. Þannig að en auðvitað er þetta frumskilyrði að það eru auðvitað eldri borgararnir, það eru húsnæðismálin og húsnæðismálin skipta öllu og svo eru auðvitað vinnumál, ég meina vinnumál fyrir alla, fyrir ungt fólk. Það hefur vantað, eins og til dæmis ég hef nú lengi barist yfir því að allir eiga að geta unnið eitthvað. Við þurfum að ná fólki til að finna áhugan á að vilja gera meira. Það þýðir það að fólk í viðkvæmri stöðu, eins og til dæmis fólk með vímuefnaraskanir, það vill vinna kannski og getur unnið kannski 2 tíma á dag eða 2 daga í viku og með því að gera það þá öðlast það traust eða svona meira álita sjálfur sér og geta unnið og vilja gera meira. Við erum með ungt fólk sem að fær ekki vinnu eftir 16 ára. Við erum að ungt fólk sem að er að byrja í skóla og fær ekki vinnu og við viljum auka þetta eins og til dæmis með námstengdri vinnu hjá borginni. Þannig að fólk geti verið að læra eitthvað og verið að vinna hluta hjá borginni varðandi það sem það er að læra. Og þá Sér það fyrir það bara búa til einhverja alls konar stöður fyrir þá sem eru 16 ára og þá í einhvers konar neyslu líka. Það er alveg skrítið. Nei, þetta er svolítið aðgreint, skilur við. Tökum það bara þá sem eru í neyslu. Værið þá að búa til störf fyrir þá sem eru í neyslu til þess að sinna einhverjum hlutverkum hjá Reykjavíkurborg? Já, algjörlega. Og hvað ættu þau að vera að gera? Nei, við erum til dæmis með alls konar verkefni í borgin eins og til dæmis fyrir fatlaða einstaklinga eða sem sér hannað að ákveðnum hópum og það á borgin alveg að geta gert vel að því að borgin græði svo mikið á því að virkja fólk til að koma og byrja að lifa eðlilegu lífi og ná að byrja að vinna og borga skatta og annað slíkt Þannig að borgin græði svo mikið á því. Þetta er bara eins og daginn fekk ég símtal frá konu sem átti sem á 18-19 ára strák og hann var búinn að vera í mikilli neyslu og hann vildi komast í meðferð. Hann var loksins búinn að ákveða að nú ætla ég að hætta og hann hafði samband við félagsráðgjafa sem sagði nei, við ætlum ekki að veita stuðning til að fara í meðferð og að því að það kostaði 80.000 Að fara í meðferð? Já. Kostar 80.000? Já. Það er alveg ódýr meðferð. Já, það er held ég hálfur mánuður á Vík held ég. Fer fyrst á Vog og síðan fer á Vík og eftir. Já. En þarna segir borgin nei út af 80.000 króna stuðningi. En hvað heldur að þarna er maður, ungu maður að biðja hjálp og á þessum tímapunkti vill hann hætta og þá þurfum við að grípa fólk. Hvað heldur hann kosti borgina með því að fara ekki meðferð? Skilur? Allavega meira heldur en svona ein aukavakt á sambíli eins og 80.000 krónur. Já, nákvæmlega. Þetta er bara, við þurfum að fara að hugsa þessa hluti svolítið. Já, en ég velti fyrir mér út af því að ég hef heyrt þessi sjónarmið áður, einmitt það fólk sem vill vinna og bara fá vinnu, en ég velti fyrir mér út af því að ég þekki aðeins inn á þetta kerfi, ég hef vunnið á sambíli í 16 ár og ég veit til þess að fatlaðir hafa verið að sinna til þess póstþjónustu þar sem eru að dreifa póstinum. Þetta er allt komið í einhverja svona bíla þar sem eru hérna út allar trissur í einhverjum bílum að dreifa pósti. En hvers konar störf, út af því að núna hefur náttúrulega verið gagnrýni á borgina það að það séu ýmis störf sem að hægt væri að í rauninni taka burtu út af því að þau eru kannski ekki að sinna þeim hlutverkum og jafnvel með gervigrindinni þá þetta náttúrulega ákall koma til með að aukast. En þú sér fyrir að borgin væri í rauninni að bara búa til stöður sem var einhvern veginn alls konar fyrir þá sem eru hjálparþurfi. Ég ætla að byrja að segja að ég er þar að borgin þurfi að forgangsraða og endur skipuleggja sig og samþætta vinnustaði, svið og allt þetta vegna þess að yfirbyggingin er allt of mikil. Við þurfum að setja allan pening í grunnþjónustu. Það er það sem við þurfum að gera. En grunnþjónusta getur líka verið eitthvað svona. Ég var að vinna hjá Reykjavíkurborg. Ég var að vinna á stað þar sem var mjög erfiður staður og þar voru það var teymistjóri og þú þurftir að leita til teymistjóra sem þurftir að leita til forstöðumanns sem þurftir að leita til deildarstjóra sem þurftir að leita til framkvæmdastjóra sem þurftir að leita til mannauðsdeildar sem þurftir að leita til
skrifstofustjóra sem leitaði sviðstjóra Já, og ég það þekki koma þetta aldrei neinn svör skilur Akkurat. og það er boðleiðirnar svo langar, það er svo mikið af millistjórnendum að til dæmis sko þó að forstöðumaðurinn hefur ekki neinn völd lengur, veist, það er orðið mannauðsvið sem stjórnar öllum vinnustöðum orðið, þetta er orðið algjörlega fáránlegt þarna er bara endalaust af millistjórnendum og það þarf bara að setja stopp á þetta og það þarf líka að veita millistjórnum sem eru til staðar stuðning til að vinna vinnuna sína vegna þess að í dag hjá Reykjavíkurborg þá er mikið veikind og kulnun og þetta er ástæðan fyrir því meiri sé að forstöðumenn sem vilja gera gott og vilja gera hluti, þeir fá ekki svör og geta aldrei gert neitt og þetta verður til þess að þetta er svona dóminó skilur áhrif veist, að fólk bara missir áhugan fólk bara getur ekki unni vinnunum sína og fær ekki að gera það sem vill og það bara fer í veikindi og hættir svo þetta eru við að sjá aftur og aftur og aftur Nei, kulnun er náttúrulega bara til út á hún í boði sko, þannig að náttúrulega búið að sjást Nei, þetta er algjörst rugljaður Tölur virk sína það fólk fer af því að það verður veikt og gefst upp Tölur virk sína það að 3,4% af þeim sem að fara í kulnun eru í kulnun Þetta er búið að misnota þetta kerfi og ég hef séð þetta í gríð og erg þar sem að fólk er að fara í veikindaleyfi sem hefur ekki á ekkert að vera í því mætir svo aftur í 5 vikur til þess að öðlast aftur réttin og fara svo bara aftur í kulnun og er svo sinna svartri vinnu það er auðvitað Þetta er alltaf stórkostlega Já, ég meina það er auðvitað fólk er að svindla kerfinu allstaðar það er alltaf einhver prósent sem gerir það allstaðar En á hverju þá kulnun bara nýtt fyrirbæri sem allt í hennu kom upp úr hattinum Það er náttúrulega bara að vera að misnota þetta kerfi í miklu meira mæli heldur en við teljum Já, örgulega einhverju leiti en ég held sko að mikið til eins og ég á Reykjavíkurborg þetta er ástæðan skilur fólk bara gefst upp af því að það fær aldrei svör það á erfitt með að vinna á stað þar sem að það fær ekki að grípa fólki og gera það sem það þarf að gera ég veit það bara eftir að hafa unnið sjálfur hjá Reykjavíkurborg í málefnum heimilislausa að það er bara það er eins og gistiskýlin séu endastuð fólks og við megum ekki gera neitt og það er skorið svo mikið niður að við getum ekki hjálpa fólki þar og á endanum bara deyr það skilur að því að við náum ekki að gera neitt og hjálpa því og koma því áfram og það er bara svo sorglegt að horfa upp á það og þetta er starfsfólk Reykjavíkurborgar að horfa upp á og forstöðumennirnir að þeir fá ekki aðstoð við þetta að því það þarf sko eins og bara þessi málefni heimilislausa við erum með einhver neyðarskýli hér og þar, við erum með heimahjúkrun sem að sinnir sérstaklega þessu fólki, við erum með vorteimið, enginn aðeins vinnur saman, það er allir í sínu hotni og bakkar enginn einn upp, skilur, svo er skorið niður allstaðar og á endanum bitnar þetta bara á skjólstæðingunum og starfsfólkinu, þess vegna fer eins og þar á erfiðum vinnustað þessi fólk er að lenda í andlegu ofbeldi í raun og veru starfsfólkið allan tíman sem það er að vinna, skilur, þannig endar fólk að það fær ekki stuðning þannig endar það í kulnun allavega á þessu sviði skilur svo er þetta líka bara, það er mjög mörg önnur erfið svið og erfið vinnustæðar þannig að þetta er bara einhvers konar vandi hjá Reykjavíkurborg að henni hefur ekki verið stjórnað nógu vel En hvernig sér það fyrir út af því að sko praktíst, hvernig sér það fyrir að leysa þetta því að núna varst að tala um það að boðleiðina var alltaf langar, þá þarf það að skera einhverstaðar hann á milli út af því að millistjórnendur eru alltaf margir og þeirra boðleiðina eru léleg en þú talar líka um það að þeir eru auka stuðning þannig að hvort viltu skera niður eða þá að bæta í með því að auka stuðning við þá Nei, ég vil gera bæði samþætta þjónustuna, það er það sem að þú ert að gera Þannig að þú telur að þú eru að fækka fólki þannig að hjá Reykjavíkurborg Það getur, sko, þegar þú tekur og samþættir eitthvað svið eða vinnustæði þá er hún tekið til endurskoðunar og samþætt og breytt og það getur vel verið að menn séu færið til eitthvað annað eða sagt upp, skilur það getur alveg gert, það er bara eðli endurskoðunar, skilur þannig að en það getur líka verið að þú veist að bæti maður veit það ekki en sko við eigum að geta veitt betri þjónustu og spara pening á sama tíma og það er svolítið við Reykjavíkurborg þetta er eins og bara með innkaup hjá Reykjavíkurborg sem er gjörsamlega fáránleg það eru gerðir rammasamningar og það er sko ekki að spara neitt sko ég þekki þetta líka það vantar rafvirkja að laga þvottavél og einn tilbúin til að gera þetta fyrir 90.000 en það verður að láta þennan gera það sem rukkar síðan 500.000 það er bara það þarf að breyta þessu og það viljum við í flokki fólksins gera við viljum koma með nýtt til dæmis innkaupakerfi ef þessu vinnustaf vantar klóspapir þá eru þessi 3 boði skilur þannig að það þarf bara að hugsa þessa hluti upp á nýtt En borgarlínan
þið talið hérna að hætta aðförun að einkabílnum, endurskoðun samgöngusáttmálans, hættum að þrengja að einkabílum og fjölgum bílastæðum. Amen. Fæði, klæði, bílastæði. Það nýja kjörorð okkar. Nei, ég borgarlínan, sko, ég verða viðurkenna að áður fyrr og var ég ekki mikið að því ég tek ekki mikið strætó sjálfur og var reynda mjög langt síðan ég tók strætó. Ég hef lengi vel af ekkert vitað hvað þessi borgarlína snýst, en það sýnir það að Ertu einhverju nær eftir að hafa kynnt þér þetta? Nei, en það sem það sýnir að þeir sem stjórna þessu verkefni borgarlínu, þeim hefur gjörsamlega mistekist að selja borgarlínuna eða kynna borgarlínuna og auka traust almennings á borgarlínu, skilur. Það númer 1, 2 og 3, upplýsingaflæði, skilur, hvað að vera? Ég held að allir sem ég tala við, þeir vita ekki hvernig borgarlínan lítur út og hvernig hún á að vera frá A til Ö, og það vita það voða fáir, sko. Þannig að á hinbógin að þetta risastór samgönguverkefni sem allra höfuðborgarsvæðin, kaupstaða á höfuðborgarsvæðinu og sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur stjórnað nánast í allan tíð, og þess vegna svolítið fyndið að segja að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík ætla ekki að styðja það, sem auðvitað líka bara svona einhver rík í augun á fólki. En við segjum að við viljum endurskoða þessi ákvæði samgöngusáttmálans borgarlínu og breyta þeim hlutum sem hægt að breyta, eins og til dæmis þegar kemur að Elliðaárdalnum, að taka hluta Elliðaárdalnum eða setja borgarlínu yfir Elliðaárdalnum finnst okkur erfitt. Síðan það auðvitað Suðurlandsbrautin. Þetta allt hluti sem hægt að breyta og endurskoða, enda þetta risaverkefni sem verður sjálfsagt í endurskoðun mjög lengi. En það sem við leggjum áherslu á bættar almenningssamgöngur strax. Það það sem við viljum, og það hægt að gera það með alls konar leiðum og styrkja strætó og setja strætó í þau hverfi þar sem ekki strætó og tryggja lengri tíma þar sem hann gengur. Þannig að við erum þar, viljum auknar almenningssamgöngur og betri og það gerir strax. Við viljum endur skoða þennan samgöngusáttmála, taka upp þessi ákvæði að það sé hægt að endurskoða, og við erum alfarið á móti breytingum og Suðurlandsbraut til dæmis, eins og það eru lagður upp í dag, sko. Þannig að já, það svona okkar teik á borgarlínu. En bílastæðamálin, við viljum 1-2 bílastæði. Það ekki? Jú, það bara þannig. Við náttúrulega... Það ekki þessu social engineering rugli í vinstirmannunum? Nei, við viljum 1-2 bílastæði. Það bara, ég menna þetta segir sér sjálf, það eiga allir bíl, meira eða minna. Fólk fær gesti og þetta bara nauðsynlegt. Við erum, ég menna, við erum að tala bílastæðamálin í miðbæ. Það eru blómaker, það ýmislegt sem eins og í frægum TikTokum sem við höfum séð. Mér hefur fundist það asnalegt að það sé verið að taka þessi bílastæði, en hins vegar, ég og þú getum alveg labbað í bílastæðahús, það ekkert mál fyrir okkur, en í okkar hópi kjósenda flokks fólksins fólk sem getur ekki labbað 400 metra. Það eru eldri borgarar og hreyfihamlaðir og þessi stæði eiga að vera fyrir þau, ekki listasýningu eða blómaker eða hvað sem þetta á að vera fyrir fólk. Það ekki nóg að rampa upp borgina og svo kemst enginn á þessa rampa, skilur. Nei, það svona hálfgalið þegar maður setur þetta fram, sko. Já, þetta fer einhvern veginn. Guðmundur Ingi Þóroddsson, fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Gangi vel. Takk. Og takk kærlega fyrir að koma. Takk.